Staðastaður fyrir margt merkilegur staður, fyrir utan hið augljósa, að vera staður staðanna eiga land að staðará og vera staðsettur í staðarsveit. Staðastaður fornt prestsetur með mikla og merka sögu en alveg glænýjan sóknarprest. Hér ertu komin í faðm fjalla og á þennan fornfræga stað. Segðu mér aðeins frá bara þér, Arnaldi, presti. Af hverju varstu prestur? Ætli það sé ekki svona sambandi við það sem á bakvið skapara fjallana, sko. Og leyndardóminn sem býr á bakvið jökulinn og tilveruna, sko. Það eru forréttindi að fá að koma hér og þjóna hér í auðmýkt og ganga hérna úr þessu helga húsi, hliði himinsins og horfa hérna á hlið himinsins sem blasir við okkur í allir sinni dýn. Hitt hliðið, það jökullinn? Það eru mörg hlið, sko. Við finnum öll okkar hlið, sko. En það hlið að innu eina, sko. Og það þurfa allir að hafa bara hugmyndaflug og ímyndunarafl og auðmýkt og einlægni, hafa opið til þess að skynja þetta og mikið fallegt, Rögnvaldur, já, einn af forverum mínum hér og svona sá sem gerði þetta hús að listaverki til drottningar Dýrðar. Hann talaði stundum að hann gæti bara horft þarna á jökulinn og það sæi hann drottinn sitja í allir sinni dýrð á sínum veldistól og stundum þarf maður það. Maður þarf að sjá ljómann á bakvið allt og finna ljómann frá dýrð sköpunarverksins. En svo þarf maður líka stundum bara að Guð hvísli að sér í þögninni þegar maður þarf að hugga hjarta sem brostið eða þegar eitthvað er að, Og það er þjónusta kirkjunnar fyrir mér, að geta mætt með skapandi hætti, fólki í gleði og sorg. Verið með þeim þegar það þarf að lyfta andanum til þess að vera opinn fyrir því að það sem er fagurt er satt og þegar það sem er satt er ljótt og sárt að þá verðum við að miðla einhverjum frið inn í það sem er brestur og Guð er einhvern veginn hvernig sem við skiljum hann, er það sem getur haldið utan það sem er brostið, og kannski fært það sem er sundur gengið saman. Þú talar skapandi, áður en þú gerðist prestur og þá varstu í skapandi umhverfi, varst að fástu svolítið skapandi hluti. Já, ég kem svona úr skapandi greinum og myndlist kannski líka og þegar maður starfar í þessum skapandi geira þá er maður kannski, það er alltaf verið að leita innblæstri. Það er alltaf að láta eitthvað drífa sig áfram og maður þarf að hafa svona skilning og trú á því sem maður er að skapa. Við getum ekki alltaf bara verið að fikta, við verðum að elska það sem við erum að gera og þá þurfum við einhvern veginn að finna það sem við erum að gera í sköpuninni það sé rétt og við nennum að klára það. Og þá þarf maður einhvern veginn að treysta því að það sem kom og maður byrjaði á hafa einhvern tilgang og hafa einhverja merkingu. Og það er þetta sem allir listamenn þurfa einhvern veginn að spyrja sig og finna samhengi fyrir sjálfa sig hvaðan kemur innblásturinn. Hvað er þetta sem ertu bara verkfæri fyrir það sem þarf að komast til annarra, eða þú að stjórna einhvern, og þarft einhvern innblástur ef þú ert að stjórna þessu, getur það ekki bara lokað að læst og farið eftir uppskriftabókinni. Þetta er svolítið áhugaverð samlíking hjá þér, finnst mér, af því að það tala margir listamenn þeir opni sig, hvort sem það er að semja lög eða mála fallega mynd, að þá sé það nákvæmlega þetta innblástur. Upplifir þú sama í prestdóminum? Já, ég held að prestskapur sé skapandi starf. Hann er það í kringum helgihaldið og það að ef ræðan er aldrei innblásin
skilur. Þú veist, alltaf þegar þú ert að miðla einhver og túlka einhvað í samhengi við bara það sem er að gerast á þeim stað en kannski líka í stóra samhenginu, að þá þarftu að vera með marga hæfileika. Þú ert að geta mætt fólki sem bara þú þekkir ekki og er allt öðru sem þú, og þú ert að geta sinnt þeim í sorg. Það er sálfræðingurinn í þér, sko. En það er skapandi starf líka. Og svo þarftu bara að geta leitt bara einhvern túrista frá Japan inn í það samhengi að skilja þetta samhengi hérna til dæmis í Staðarkirkju eða á Búðum eða hvar sem er. Og það er skapandi starf sem sko er bara að vera leiðsögumaður er skapandi starf, að vera sjónvarpsmaður er skapandi starf. Og ef maður mætir presskapnum sem skapandi einstaklingur, þá er þetta ekki bara ein formúla, sko. Og ég held að þegar hver og einn getur gert, sko, embættið, það sem hann þjónar öðrum, að sínu, en leið í takt við þarfirnar í kring, að þá smellur eitthvað saman og þá er rétt samhengi og þá eru þau glaðir.